Ætla má í ljósi erlendra rannsókna að þúsundir manna hafi skaðast af rangri meðferð á sjúkrahúsum hér á undanförnum árum. Landlæknir hyggst gera viðamikla könnun á mistökum á sjúkrahúsum. Carl Bildt, utanríkisráðherra Svíþjóðar, sætir nú rannsókn hjá embætti ríkissaksóknara vegna tengsla sinna við Vostok Nafta sem á hlut í rússneska olíufélaginu Gazprom. Stjórnarandstaðan sakar hann spillingu og mútuþægni. Umhverfisstofnun vill breyta lögum svo hægt verði að friða steina og bergtegundir eins og hrafntinnu og silfurberg og koma í veg fyrir að steinar endi í ruslatunnum hótelana og leifstöðvar. Gasdeila Rússa og Hvítrússa harðnaði í dag þegar Hvítrússar lokuðu fyrir olíudreifingu Rússa til Póllands og Þýskalands leiðslu sem liggur Hvíta-Rússland. Dæmi að 4 aldraðir deili herbergi hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum. Heilbrigðisráðherra var afhentur undirskriftalist í dag þar sem krafist var úrbóta. Grænlenska heimastjórnin og norski álrisinn Hydro hafa skrifað undir samning að Hydro kanni möguleika á að reisa álver á Grænlandi. Háskólinn í Reykjavík hefur þróað búnað sem finnur myndir í gagnasöfnum á svipstundu. Tilgangurinn að leita þeirra sem birta ólöglega myndir og vídeó á netinu. Komið sæl, nú hefist fréttir og Kastljós mánudaginn 8. janúar. Landlæknisembættið að fara af stað með viðamikla könnun á hugsanlegum skaða sjúklinga af völdum rangrar meðferðar á sjúkrahúsum hérlendis. Samkvæmt rannsóknum erlendis eru talsverð brögð að því að sjúklingar bíði heilsutjón eða látist af slíkum sökum. Rannsóknir í Bretlandi og Bandaríkjunum benda til þess að allt að 8% sjúklinga á sjúkrahúsum fái ranga meðferð og verði fyrir heilsutjóni þess vegna. 10% þeirra hljóti varanleg örkuml eða látist. Nýleg rannsókn á dönskum sjúkrahúsum leiddi til svipaðra niðurstöðu. 30.000 manns eru árlega lagðir inn á Landspítalann og séu þessar tölur heimfærðar á hann má ætla að 2.500 manns skaðist þar af rangri meðferð. Sveinn Guðmundsson, yfirlæknir Blóðbankans, hefur meðal annars vakið athygli á því að merkingum sjúklinga sé áfátt og það auki líkur á rangri lyfja eða blóðgjöf. Þetta mikilvægt öryggisatriði. Og þannig getum við gert miklu betur og við höfum sendt erindi þessa efnis til heilbrigðisyfirvalda og spítalans og erum mjög vongóð það að þau geri þetta einu af forgangsmálum sínum að tryggja þennan feril. Nánar verður rætt við Svein í Kastljósi í kvöld, einnig verður rætt við Matthías Halldórsson landlækni en landlæknisembættið hefur ákveðið að láta gera viðamikla könnun á hugsanlegum skaða sem sjúklingar á sjúkrahúsum hér á landi hafa orðið fyrir. Saksóknari Svíþjóðar hefur hafið rannsókn á viðskiptum Carls Bildts, utanríkisráðherra, við rússneska fjárfestingafélagið Vostok Nafta. Fyrirtækið á hlut í rússneska stórfyrirtækinu Gazprom. Stjórnarandstæðingar saka Bildt spillingu og krefjast afsagnar hans. Fjölmiðlar í Svíþjóð elta Carl Bildt, utanríkisráðherra á röndum vegna tengsla hans við Vostok Nafta. Bildt satt í stjórn fyrirtækisins og nýtti sér kaupréttarsamning sinn upp á 50 milljónir íslenskra króna en seldi hlutabréfin þegar hann sagði sig úr stjórninni og tók við embætti utanríkisráðherra. Talsmenn stjórnarandstöðunar telja að Bildt hafi ekki átt að nýta sér kaupréttinn og segja að hægt krefjast afsagnar ráðherrans. Valt girigheten före sin egen trovärdighet och också svenska regeringens och Sveriges intressen och det gör honom som jag ser det politiskt omöjlig. Det är oacceptabelt att Sveriges utrikesminister företräder Sverige i olika sammanhang och kanske har skrivit under ett papper som innebär att han faktiskt har lovat att genomföra saker som du och jag inte vet. Carl Bildt segir að kaupréttarsamningur sinn sé hluti af þeim launakjörun sem hann naut þegar hann starfaði hjá Vostok Nafta och ásakanir annað séu ósannindi. Ulrika Messing till exempel gick väldigt långt. Hon antydde att det finns några hemliga avtal mellan mig och företaget. Det där är rätt otillbörligt trams. Vostok Nafta á hlut í rússneska stórfyrirtækinu Gazprom sem hefur áform uppi að leggja mikla gasleiðslu í Eystrasalti frá Rússlandi til Þýskalands. Til þess þyrfti leyfi sænskra stjórnvalda og erindið myndi koma á borð utanríkisráðherra. Engar samræmdar reglur eru til hvernig eftirliti með byggingarframkvæmdum háttað. Verkkaupi virðist stjórna því sjálfur hversu mikið eða lítið eftirlitið er.
Framkvæmdastjóri 101 skuggahverfis telur að eftirlit með byggingu húsanna hafi verið fullnægjandi. Dómskvaddir matsmenn hafi verið kvaddir til að kanna hvort svalir hafi sigið og hvers vegna sprungur hafi myndast í gólfi í bílageymslu í fjölbýlishúsunum í Skuggahverfi í Reykjavík. Gólfplötur í íbúðum hafa ekki sigið og ekkert bendir til þess að burðarvirki hússins sé ótraust. Eins og sagt hefur verið frá í fréttum sjónvarps duttu 2 flísar af húsinu í roki fyrir jól og í kjölfarið voru nokkur 100 flísar fjarlægðar af húsunum þar sem þær voru lausar. Einnig hefur lekið meðfram gluggum og ýmislegt fleira hefur farið úrskeiðis við frágang. Einar Halldórsson, framkvæmdastjóri 101 skuggahverfis sem lét hanna og byggja blokkirnar, sagði í samtali við Fréttastofu í dag að undanfarin misseri hefði félagið reynt að bæta úr ýmsum hnökrum á húsbyggingunni í samráði við íbúa og stjórn húsfélagsins. Hann segir að mikið hafi verið lagt í eftirlit á meðan á framkvæmdinni stóð. Verkfræðistofa hafi séð það og gert lista með athugasendum yfir það sem þyrfti að laga. Eitt hafi hins vegar farið frá hálfkláruðu verki og ekki brugðist við ýmsum athugasendum. Þess vegna séu málaferli hafin gegn fyrirtækinu. Gunnar Valur Gíslason, forstjóri Eyktar hafnar því með öllu. Verkið hafi verið fullklárað í árslok 2004. Varðandi flísarnar utan á húsinu segir hann að hönnunargalla sé að ræða en 101 skuggi hafi séð alla hönnun og eftirlit og beri því alla ábyrgð. Því hafi forsvarsmenn Eyktar ekki talið að fyrirtækið bæri ábyrgð á því að flísarnar losnuðu. Mál 101 skugga beinist því einnig gegn eigin hönnuðum og eftirlitsmönnum því dómskvaddir matsmenn taki út alla þætti verkefnisins en ekki aðeins þá sem snúi að Eykt. Umhverfisstofnun vill að Alþingi breyti lögum svo friðlýsa megi ákveðnar stein- og bergtegundir óháð fundarstað. Í lögum nú má setja reglugerð og friða steindir en ekki bergtegundir eins og hrafntinnu. Í ljósi umræðunar tökur hrafntinnu í Hrafntinnuskeri til að nota utan á Þjóðleikhúsið sendi Umhverfisstofnun bréf til umhverfisráðuneytisins að breyta þyrfti lögum náttúruvernd svo friðlýsa megi steina, það er að segja steintegundir, steindir og bergtegundir óháð fundarstað. Það er brýnt að taka á þessu máli því að það er jú vegna þessar umræðu sem verið hefur Þjóðleikhúsið þá er æskilegt að það verði skýrari ákvæði á þessu sviði. Í lögunum náttúruvernd frá 1999 kemur fram að vernda megi steindir og setja reglugerð það. Slík reglugerð hefur ekki verið sett og gæti hún ekki ná til bergtegundar sem hrafntinnan er. Umræða nú kemur upp vegna óska að nota hrafntinnu og silfurberg utan á hús. Og Árni vill taka á þessu. Til þess að vernda þá takmarkaðu auðlind og jafnvel þá að beina þessari takmarkuðu nýtingu á þessum tegundum í farveg, til dæmis silfurbergið, hvers vegna ekki til skartgripagerðar, þar sem að auðlindi myndi nýtast mjög lengi, mörg hundruð ár, á móti því að ef við erum að nota þetta í miklu mæli til þess að setja utan á húsa þá erum við að tala kannski einhver áratugi. Það er ekki nóg með að Umhverfisstofnunin vilji breyta lögum svo hægt sé að friðlýsa ákveðnar steintegundir eins og hrafntinnu og silfurberg. Heldur vill stofnunin líka geta komið í veg fyrir óþarfa tínslu á steinum af hálfu almennings, kannski sérstaklega útlendinga. Enda segja menn hjá Umhverfisstofnun að stærsta steinasafn landsins sé að finna í ruslatunnum á hótelum og í Leifsstöð. Það er allt og algengt að fólk taki steina með sér, finnst þeir fallegir þar sem þeir eru í náttúrunni, svo þegar menn kom með þetta inn á hótelherberginu í Reykjavík að þá gera þessi grein fyrir því að þetta er kannski þungt og þá lendir þetta ruslafötunum þar og er kannski ekki eins falleg að þau líkt. Það er allt of mikið af steinum sem lenda í ruslafötum á hótelunum og eins í Leifsstöð og það er dapurlegt og íslensk náttúra verður fátækari fyrir bragðið. Gasdeila Rússa og Hvítrússa tók á sig nýja mynd þegar Hvítrússar skrúaðu fyrir olíuleiðslu Rússa til Þýskalands, Póllands og Úkraínu. En leiðslan liggur Hvíta-Rússland. Þessi ákvörðun stóriðju samsteypunar Belneftekim sem í ríkiseigu kemur í kjölfar orða sem forseti Hvíta-Rússlands, Alexander Lukashenko, lét falla í Minsk í gær gasdeiluna við Rússa. Talsmaður orkumála hjá Evrópusambandinu segir þessa lokun á olíuleiðslunni ekki skapa neina bráðahættu á olíudreifingu til Evrópusambandslanda, en hann hafi krafið Hvítrússa skýringu á þessu framferði þeirra. Í síðustu viku hétu Hvítrússar því að gasdeila þeirra við Rússa myndi engin áhrif hafa á olíudreifingu Rússa til Evrópu í gegnum Hvíta-Rússland. Rússneska olíufyrirtæki Transneft neitaði á hinn bóginn í gær að greiða sérstakt olíuflutningsgjald til Hvíta-Rússlands vegna dreifingar leiðsluna.
Lukasjenko hafði krafist þess þar sem Rússar ákváðu að setja sérstakan skatt á olíusölu þeirra til Hvíta-Rússlands, hækkuðu gasverð helming og bönnuðu innflutning á sykri frá grönnum sínum. Olíuleiðslan sem ber nafnið Vinátta sú lengsta í heimi. Á síðasta ári fóru með 90 milljónir tonna af olíu á dag leiðsluna frá Rússlandi til Póllands og Þýskalands. Olíuverð hækkaði á alþjóðamarkaði 30 cent í morgun við þær fréttir að Hvítu-Rússar lokuðu leiðslunni, en Rússar eru næststærstu útflytjendur olíu. Íslenska háfyrirtækið Hafmynd hefur gengið frá samningum sölu á 2 mannlausum smákafbátum til 2 sjóherja. Það tók 10 ára að hanna kafbátinn og smíða, en hann talinn vera byltingarkennd lausn í öryggismálum hafna. Þessi kafbátur heitir Gavia. Hann getur unnið sama verk og 1000 kafarar og hann getur skannað 100.000 fermetra hafsvæði á 1 klukkutíma. Kafbátinn má nota til sprengjuleita, rannsókna, eftirlits og mælinga neðansjávar. Kaupverð þeirra 2 báta sem nú hafa verið seldir nemur 100 milljónum króna. Vegna trúnaðar sem kaupendur krefjast ekki hægt að greina frá því hvaða ríki kaupa bátana. Við erum eina evrópska fyrirtækið sem framleiðir sjálfvirkt djúpfer af þessari gerð. Keppinautar okkar eru í Bandaríkjunum og við njótum þess á Evrópumarkaði og víðar í heiminum. Torfi býst við að selja 6 til 8 báta á þessu ári. Nýlega fékk Hafmynd verðlaun frá alþjóðlega rannsóknarfyrirtækinu Frost og Sullivan fyrir kafbátinn. Vélhönnun, rafhönnun, hugbúnaðarhönnun öll íslensk og samsetning og prófanir fara fram hér á landi. Íhlutaframleiðsla fer fram í vélsmiðjum á Íslandi og einnig í nágrannalöndunum. Báturinn kemst niður á 600 metra dýpi og getur siglt nokkra tugi kílómetra í einni ferð. Hjá Hafmynd starfa 15 manns og fyrirtækið í miklum vexti. Við þekkjum öll öryggiseftirlit á flugvöllum sem hefur verið hert stórlega að undanförnu og í höfnum þarf augljóslega samsvarandi eftirlit. Karl Vaf Matthíasson hafnar því að hafa beitt óheiðarlegum vinnubrögðum í prófkjöri Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi, eins og Valdimar Gíslason, fyrrverandi foringi jafnaðarmanna í Bolungarvík, heldur fram. Hann hafi vissulega hvatt aðra en flokksbundna samfylkingarmenn til að kjósa sig, en það hafi verið samkvæmt reglunum. Það vakti athygli þegar Gallup birti niðurstöður könnunar fylgi flokkanum áramótin að Samfylkingin var flokka minnstur í Norðvesturkjördæmi eða álíka stór og Frjálslyndi flokkurinn og Framsóknarflokkurinn. Einn fyrrverandi foringi jafnaðarmanna í Bolungarvík segir að staðið hafi verið illa að prófkjöri flokksins í haust. Til dæmis hafi 2 mjög frambærilegum konum verið hafnað. Finnbogi Hermannsson, fréttamaður á Vestfjörðum, talaði við hann á dögunum. Já, ég hef ákveðnar efasemdir það. Það hafi verið rétt staða málum til dæmis hjá öðrum manninum sem lenti í öðru sætinu hjá okkur, Síra Karli. Hann hafi verið svolítið for á það að biðja fólk að kjósa sig, þó að það var allt í lagi að væri ekki í flokknum eða kýsa hann ekki. Það skyldi bara gera það án þess. Eru þetta ekki leikreglur flokksins? Jú, þær eru það náttúrulega, en menn eiga náttúrulega ekki að vera vísvitandi að svindla í prófkjöri og aðrir eiga náttúrulega ekki taka þátt í heldur sem alltaf kjósa flokkin í kosningunum. Þessu hafnar Karl og bendir á að prófkjörið hafi verið opið þeim sem skrifuðu undir stuðningsyfirlýsingu við Samfylkinguna. Ég talaði við mikið fleira fólk en flokksbundið samfylkingafólk því prófkjörið var opið. Ég spurði það hins vegar ekki í hvaða flokki það væri eða hverja hefðu kosið. Hins vegar vonast ég alveg innilega til þess kostum ykkur sem mig eða Önnu Kristínu eða Guðbjart eða einhver aðra að þeir kjósi flokkinu vor. Karl kann hins vegar ekki skýringar á slöku gengi flokksins í kjördæminu núna. Það greinilegt að fylgið þarf að vera meira og það segir okkur það. Við verum bara brettu bermar og kynna málefnastöðu okkar betur en við höfum gert því að við höfum mjög góðan málstað og mikið erindi inn í íslenskt samfélag. Grænlenska heimastjórnin hefur samið við norska álrisan Hydro að kanna möguleika á að reisa álver á Grænlandi. Forkönnun Hydro á að ljúka fyrir apríl á þessu ári. Heimastjórnin í Grænlandi og norska fyrirtækið Hydro hafa skrifað undir samning sem felur í sér að Hydro kanni möguleika þess að reisa álver á Grænlandi. Forkönnunin á einnig að fela í sér umhverfis, félagsleg og efnahagsleg áhrif stóriðju með tilheyrandi vatnsorkuveri. Þetta liður í stefnu grænlensku heimastjórnarinnar að fylgja eftir jákvæðri samfélagsþróun á Grænlandi að sögn Sivert Hælmann sem fer með efnahags- og atvinnumál heimastjórnarinnar.
Álver eitt af tækifærum Grænlendinga til að efla iðnað í landinu og slíkt ber að kanna, segir Hellmann. Báðir aðilar leggja áherslu á að taka beri tillit til einstakrar náttúru og umhverfis í þessari forkönnun. Samningurinn ekki bindandi og á svipuðu nótum og Grænlendingar hafa gert við annað álfyrirtæki. Talsmaður Hydro, Thorsteinn Sjötveit, segir álvinnslu á Grænlandi geta þjónað helstu mörkuðum bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum. Hugmyndin að sögn Sjötveit að kanna tök þess að reisa 300.000 tonna álver á Grænlandi, en slík stóriðja kallar á 500 megavatta raforkuver. Á heimasíðu Hydro segir að samningurinn feli í sér að Hydro safni nauðsynlegum upplýsingum og gögnum til að geta tekið ákvörðun hvort farið verði í álsamstarfið Grænlendinga. Þá þurfi að liggja fyrir aðstæður til virkjunar, umhverfismat og hvaða svæði séu friðuð. Það sé því hlutverk Hydro að sjá tæknilega hlið könnunarinnar eins og stærð álvers og hvar það gæti risið, svo og að meta vinnuaflsþörfina. Forkönnuninni á að vera lokið fyrir aprílmánuð á þessu ári. F í öðru heitir verkefnið og tilgangurinn að finna í snatri hvort myndum og vídeói hafi verið stolið. Hjá gagnasetri Háskólans í Reykjavík hafa menn þróað leitarvél í þessum tilgangi og segja aðra ekki hafa tærnar þar sem þeir hafi hælana. Á netinu hefur síðan YouTube, þar sem settar hafi verið inn tugþúsundir myndbandsbrota, notið gífurlegra vinsælda. Eigendur þessa efnis hafi ekki alltaf gefið leyfi fyrir notkuninni og í auknum mæli vilja framleiðendur og höfundaréttarhafar vita hvort verið sé að nota þeirra efni á ólöglegan hátt. Í 4 ár hefur gagnasetur Háskólans í Reykjavík unnið að leitarvél fyrir ljósmyndir og þróar nú sömu tækni fyrir vídeó í samvinnu við franskt rannsóknarfyrirtæki. Okkar hluti þessu verkefni snýst að taka leit í myndagrunnum upphaflega og svo núna í vídeógrunnum og gera hana gríðarlega hraðvirka. Þegar við byrjum að vinna þessu verkefni fyrir 4 árum þá hefur tekið til þess að leita myndagrunni morgunblaðsins sem við notum dálítið, svona 2 til 4 klukkstundir. Núna tekur það 2 upp í 10-15 sekúndur eftir atvikum, eftir hvernig við erum að leita. Og það semst okkar þáttur í þessu. Tengingin við franska fyrirtæki Thomson snýst það að þeir eru með leið til að lýsa vídeóum á nákvæman hátt sem passar vel við okkar leitaraðferð. Þannig að hugmyndin var semst að tengja þetta tvennt saman til að fá leið til að finna stolin vídeó. Mun erfiðara að gera það sama með myndbönd og ljósmyndir, enda gagnamagnið enn meira. Vandamáli getur verið tvískipt, annars vegar að finna hvaða vídeó þetta og það mjög erfitt vandamál óleyst, en hins vegar það að finna þetta vídeóið mitt og það það sem verið að gera hér. Og möguleikarnir eru miklir því í auknum mæli vilja menn fylgjast með eigum sínum sem þjótum netið endalaust og dreifast allt á ljóshraða. En eru margir í heiminum í þessu þá? Það auðvitað einhverjir að skoða svipaða hluti, skoða þessa stóru gagnagrunna, en eftir sem við komumst næst þá kemst enginn með tærnar sem við höfum að hælana. Heilbrigðisráðherra var í dag afhentur undirskriftarlisti þar sem krafist tafarlausra úrbóta á aðstöðu Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Þar þess meðal annars krafist að aðbúnaður aldraðra verði bættur til muna en dæmi að 4 aldraðir deili þar vistarverum. Á undirskriftarlistan rituðu alls 895 íbúar Fljótsdalshéraðs og nágrennis. Þar þess krafist að ríkisvaldið stórbæti aðstöðu Heilbrigðisstofnunar Austurlands, hún verði stækkuð og fleira starfsfólk ráðið til að standa undir lögbundinni þjónustu sinni við sjúka og aldraða. Þá talið algjört forgangsverkefni að búa betur að öldruðum íbúum sveitarfélagsins og lýstir yfir áhyggjum með að sjúkraflugvél fæðingardeildarinnar gagnrýnd. Sif Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra veitti listanum viðtöku í dag. Hún tók bara vel í þetta og hún reyndar svaraði eingöngu varðandi öldrunarþjónustuna. Hún minntist ekki á hinn hluta þess sem var skrifað undir, það að segja fæðingardeildina og sjúkraflugið. Þannig ég ekki búin að fá nein svör þar. Ertu bjartsýn að eitthvað verið aðgert? Já, við töpum því að hafa trú á hlutunum að þá gerist náttúrulega ekki neitt, þannig að ég verð að segja að ég sé bjartsýn, annars gerist ekkert. Heilbrigðisstofnun Austurlands sinnir einungis bráðaþjónustu við aldraða. Þar eru dæmi að 4 aldraðir deili vistarverum og segir heilbrigðisráðherra vandamálið ekki nýtt af nálinni. En næsta stóra verkefni í öldrunarþjónustunni að laga rými sem fyrir eru, þannig að fólk komist í einbýli og með betri aðbúnað heldur en nú er. Hvenær fara þessar framkvæmdir af stað? Við getum ekki tímasett þær á þessu stigi. Það alveg ljóst að við þurfum að skoða hvernig landi liggur almennt og byrja þar sem að þörfin er mest.
en það alveg ljóst að það þarf að gera mun betur í framtíðinni varðandi þessi rými. 2,2 milljarðar renna til þjónustu við fatlaða Eyfirðinga næstu 3 árin, samkvæmt samningi sem undirritaður var á Akureyri í dag. Samstarf Akureyrarbæjar og ríkisins þjónustu við fatlaða Eyfirðinga hófst fyrir áratug. Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra sagði við undirskrift samningsins í dag að þetta samstarf hafi gengið mjög vel. Ég hef nú verið þeirra skoðana lengi að málefni fatlaðra sé best komið í höndum sveitarfélagana og það má kannski segja að það hvernig hefur gengið hér að vinna þeim málum, sanni það og ég vonast til að ríkið og sveitarfélög muni taka upp viðræður fljótlega að sveitarfélögin taki alfarið við þessum málaflokki. Mat þeirra sem til þekkja það að sú þjónusta sem Akureyrarbær hafi verið að veita í þessum málaflokki sé til mikilla fyrirmyndar, þannig að ég vona að það verði ekki mjög mikil breyting á því nema að við getum þá aukið þjónustuna einhver leyti og starfsfólk Akureyrarbæjar í þessum málaflokki með yfirburða þekkingu á þessu viðfangsefni og það mjög ánægilegt að fá tækifæri til að vinna með slíku fólki. 27 ára íslenskur karlmaður lést í fallhlífastökki í Ástralíu í gær. Slysið varð á útihátíð skammt frá Byron-flóa á austurströnd Ástralíu en á hátíðinni var meðal annars boðið upp á fallhlífastökk úr þyrlu. Fjöldi vitna var að slysinu en fallhlíf mannsins mun hafa opnast of seint og talið að hann hafi látist samstundis. Maðurinn var samkvæmt ástralskum fjölmiðlum þaulvanur fallhlífastökkvari og var hann í Ástralíu í heimsókn hjá fjölskyldu vinar síns sem lést við fallhlífastökk í Noregi á síðasta ári. Sjónvarpsmaðurinn Magnús Magnússon látinn 77 ára að aldri. Hann lést á heimili sínu í Skotlandi í gær. Magnús var einn ástsælasti sjónvarpsmaður Breta en hann starfaði árabil hjá breska sjónvarpinu BBC. Magnús Magnússon fæddist á Íslandi en flutti tæplega 1 árs til Skotlands með foreldrum sínum en hann hefur alla tíð verið íslenskur ríkisborgari. Magnús hóf störf hjá breska sjónvarpinu BBC árið 1964 og hann sennilega kunnastur fyrir þátt sinn Mastermind sem hann stjórnaði frá árinu 1972 til 97 eða í 25 ár. Í hugum milljóna Breta var Magnús andlit og rödd BBC í áraraðir að sögn Mark Thompson, framkvæmdastjóra BBC. Magnús hlaut heiðursriddarorðu breska heimsveldisins fyrir störf sín árið 1989 og Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían heiðraði hann sérstaklega árið 2002 fyrir framlag hans til dagskrárgerðar í sjónvarpi í tæp 40 ár. Sama ár var hann gestur sjónvarpsins í þættinum Laugardagskvöld með Gísla Marteini. Takk fyrir að koma í þáttinn, mikil heiður að fá þig. Mikið gaman að vera komin heim. Já, alveg stórkostleg. Já, heyrðu, ég hélt að ég þyrfti að tala við þig á ensku en þú talar ótrúlega góð íslensku. Einu sinni keypti ég Linguaphone, sem kennsla á íslensku. Já. Og fyrsta setningin var ég tala íslensku reibrennandi. Aldrei lærði ég mig. Sjónvarpið mun á næstunni sína nýja heimildarmynd stífkrampa byggða á handriti Magnúsar og hann jafnframt sögumaður myndarinnar. Magnús greindist með krabbamein í október síðastliðnum og lést hann af veikindum sínum á heimili sínu nærri Glasgow í Skotlandi í gær. Hann lætur eftir sig eiginkonu og 4 börn. Gettu betur spurningakeppni framhaldsskólana hefst á Rás 2 í kvöld klukkan 19:30 og þá keppa 6 lið. Keppnin í sjónvarpinu byrjar 23. febrúar og verður keppt á föstudagskvöldum. 1986 með forkeppni í 2 umferðum. Í ár Davíð Þór Jónsson spurningahöfundur og dómari, Sigmar Guðmundsson spyrill og Steinunn Vala Sigfúsdóttir stigavörður. Bílaframleiðandinn General Motors vann til 2 verðlauna á árlegri bílasýningu í Detroit í Bandaríkjunum í gær. Saturn Aura var valinn fólksbíll ársins og Chevrolet Silverado var valinn pallbíll ársins. Tilkynnt var bíla ársins á sérstakri forsýningu fyrir fjölmiðla í gær en árlega bílasýningin í Detroit verður opnuð fyrir almenning á laugardag. Verðlaunabílarnir voru valdir af 49 manna hópi bílablaðamanna frá Bandaríkjunum og Kanada. Þeir bílar sem komu til greina í úrslitum keppninnar urðu að vera nýir eða byggðir á fyrri árgerðum, en þetta í 14. sinn sem kosnir eru bílar ársins á þessari sýningu. Þetta hins vegar í annað sinn á jafnmörgum árum sem bílar frá sama framleiðanda vinna til beggja verðlaunanna. Í ár voru það Saturn Aura í flokki fólksbíla og Chevrolet Silverado í flokki pallbíla, báðir frá General Motors.
Í fyrra hnepptu Honda Civic og Honda Ridgeline sömu verðlaun. Það sem gerði útslagið í ár var innrétting og handbragð árabílsins og viðbragðsflýtir 6 gíra sjálfskiptingarinnar. Silverado pattbílinn þótti á hinn bóginn hafa fengið betri stýris- og bremsubúnað en fyrri árgerð, svo og þótti endurhönnunin að innan sem utan hafa tekist sérstaklega vel. Þetta í 7. sinn sem bandarískir fólksbílar vinna til verðlaunanna en 9 sinnum hafa bandarískir pattbílar sigrað. Og þá fáum við að heyra hvað verður í Kastljósi í kvöld, Þórhallur og Ragnhildur. Já, eins og framkom í fréttum myndu yfir 200 sjúklingar deyja á sjúkrahúsum hér á landi og 2500 skaðast vegna rangra læknismeðferða ef erlendar rannsóknir eru heimfærðar upp á íslenskt heilbrigðiskerfi. Við fjöllum ítarlega þetta mál hér á eftir og fræðumst einnig halastjörnuna Magnót sem að Íslendingar geta séð þessa dagana. Og hittum líka skemmtilegan myndtökur á og heyrum jazztónlist. Sjáumst eftir augnablik í Kastljósi. En næst það íþróttafréttir í okkur, Hrafnkell. Já, við ætlum að byrja fréttum á okkar manni í spænska boltanum. Í Barcelona tókst ekki að komast í efsta sæti spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í gær því liðið náði einungis jafntefli við Getafe. Sevilla heldur efsta sæti þrátt fyrir tap gegn Real Zaragoza á laugardag. Barcelona átti möguleika að komast upp fyrir Sevilla að 9 eftir að Sevilla tapaði fyrir Zaragoza 2-1 á laugardag. Börsungar sem léku án Ronaldinho og Samuels Eto'o áttu fyrsta færið í leiknum í gær. Eiður Smári Guðjónsson renndi þá boltanum hárfínt fram hjá marki Getafe á 11. mínútu. Heimamenn í Getafe náðu forystinu í upphafi síðara hálfleiks þegar Rafael Marquez varnarmanni Börsunga urðu á slæm mistök sem Daniel Guiza nýtti sér til hins ítrasta. Xavi Hernández tókst að jafna metin fyrir Barcelona rúmum 20 mínútum fyrir leikslok beint úr aukaspyrnu og þar við satt. Barcelona því enn 2 stigum eftir Sevilla í toppbaráttunni en á leik til góða. Los Angeles Lakers stöðvaði 13 leikja sigurgöngu Dallas Mavericks í NBA-deildinni í körfubolta í nótt. Phil Jackson, þjálfari Lakers, varð jafnframt sá þjálfari sem fljótastur hefur verið að ná 900 sigurleikja markinu. Los Angeles vann Dallas með 3 stiga mun 101-98 en fram að því voru leikmenn Dallas búnir að vinna 13 leiki í röð. Los Angeles vann hins vegar 4. leik sinn í röð í nótt. Sigurinn var sigurleikur númer 900 á ferli Phil Jacksons í aðeins 1264 leikjum. En gamla metið átti einn forvera hans hjá Lakers, Pat Riley, sem náði 900 sigurleikja markinu í 1278 leikjum. Heimamenn í Lakers byrjuðu betur og voru 6 stigum yfir eftir fyrsta leikfjórðung, 27-21. Dallas sneri leiknum sér í hag fyrir hálfleik og var þá yfir 51-48. Þá fórustu jók Dallas í 9 stig fyrir loka fjórðunginn, 77-68, en með góðum leik í loka leiklutanum náðu leikmenn Lakers að snúa taflinu sér í vil að 9 og knýja fram 3 stiga sigur. Slóveninn Sasha Vujacic skorði 9 af 16 stigum sínum í lokafjórðungnum og þar að meðal hitti hann úr 3 stiga skoti þegar tæplega hálf mínúta var eftir. Kobe Bryant fór mikinn í liði Lakers sem fyrr og skorði 14 af 26 stigum sínum í fjórða leikluta en hann tók auk þess 8 fráköst og gaf 6 stoðsendingar. Hjá Dallas var Dirk Nowitzki atkvæðamestur með 29 stig og 13 fráköst. Lakers í öðru sæti Kyrrahafsriðils og eftir Phoenix en Dallas í efsta sæti suðvesturriðils vestudeildarinnar. Fiji-eyingurinn Vijay Singh hrósaði sigri á fyrsta móti ársins í bandarísku PGA mótaröðinni í golfi í gær. Sigurinn var hans 30. á mótaröðinni á ferlinum. Singh tókst loksins að brjóta ísinn eftir að hafa hafnað í öðru sæti mótsins tvívegis á síðustu 3 árum. Singh hafði forystuna fyrir lokahringinn í gær og hélt henni allt til loka. Þegar upp var staðið vann hann með 2 högga mun á Ástralan Adam Scott og 14 höggum undir pari. Singh sem 43 ára vann sitt 30. mót á bandarísku PGA mótaröðinni en 18 af þeim hefur hann unnið á síðustu 3 árum. Hann vann sér jafnframt inn tæplega 78 milljónir króna og hefur þá unnið sér rúmlega hálfan 4 milljarð. Og það var helst í fréttum hjá okkur í kvöld að ætla má í ljósi erlendra rannsókna að þúsundir manna hafi skaðast af rangri meðferð á sjúkrahúsum hér á landi á undanförnum árum. Landlæknir hyggst gera viðamikla könnun á mistökum á sjúkrahúsum. Carl Bildt, utanríkisráðherra Svíþjóðar, sætir nú opinberri rannsókn vegna tengsla sinna við rússneska olíufélagið Gazprom. Stjórnarandstaðan sakar hann spillingu og mútuþægni. Umhverfisstofnun vill breyta lögum svo hægt verði að friða steina og bergtegundir eins og hrafntinnu og silfurberg og koma í veg fyrir að steinar endi í ruslatunnum hótelana og leifstöðvar. Gasdeila Rússa og Hvít-Rússa harðnaði í dag þegar Hvít-Rússar lokuðu fyrir olíudreifingu Rússa til Póllands og Þýskalands leiðslu sem liggur Hvíta-Rússland. Dæmi að 4 aldraðir deili herbergi hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands á Egilsstöðum. Heilbrigðisráðherra var afhentur undirskriftalisti í dag þar sem krafist var úrbóta. Grænlenska heimastjórnin og norski álrisinn Hydro hafa skrifað undir samning að Hydro kanni möguleika á að reisa álver á Grænlandi.
Háskólinn í Reykjavík hefur þróað búnað sem finnur myndir í gagnasöfnum á svipstundu. Tilgangurinn er að leita þeirra sem birta ólöglega myndir og vídeó á netinu. Já, og við segjum fréttir af veðri hér eftir stuttastund og síðan Kastljósið. En við verðum með fréttir aftur frá fréttastofu sjónvarpsins klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, sæl að sinni.